Alþjóðaviðskipti eru lífæð Íslands og ferðaþjónustan stærsta útflutningsstoðin okkar. Það það bil 70% af útflutningsvexti landsins síðustu 15 árin sem má rekja til annars vegar flugs og hins vegar ferðaþjónustu. Þannig að ferðaþjónustan lykillinn að lífskjörum á Íslandi. Og það ekki bara þannig að ferðaþjónustan sé að skapa eftirsóknarverð og fjölbreytt störf allan hringinn í kringum landið, heldur hún líka auðga líf allra landsmanna á hverjum einasta degi. Við trúum því að leiðin að bættum lífskjörum sé að bæta og tryggja samkeppnishæfni í íslenska ferðaþjónustu og þegar að það gert þá verðum við að gæta því að allar aðgerðir sem við förum í að þær miða því að bæta upplifun viðskiptavin okkar og þá meina ég það í víðu samhengi vegna þess að þetta eru bæði þeir ferðamenn sem landið sækja og líka erlend ferðaþjónustufyrirtæki sem eru í viðskiptum við þau íslensku. Ferðaþjónustan skiptir auðvitað rosalega miklu máli fyrir fyrirtæki eins og Ölgerðina. Hér koma yfir 2,2 milljónir ferðamanna og það neyta og það drekka og fara út að borða og fjölgun ferðamanna á undanförnum árum og áratugum hefur náttúrulega stuðlað aukinni og bættri matamenningu og öll þessi flóra í veitingahúsum og hótelum bara stórkostlega og þetta eru okkar bestu viðskiptavinir þannig að við njótum auðvitað góðs af sterkri ferðaþjónustu á Íslandi. Ég veit að við eigum það til að tuða stundum yfir gestaganginum en við erum öll svo meðvituð þjóðhagslegt mikilvægi útflutningsfyrirtækjan okkar og það að efnahagslegu styrkur þetta forsenda öryggis. Þannig að við stöndum öll að baki ferðaþjónustunni og við erum stolt af henni. Fyrirsjáanleiki gríðarlega mikilvægur í allri ferðaþjónustu og það vegna þess að öll lagasetning eða reglugerðarsetning sem kemur til með minna en 12 til 18 mánaða fyrirvara endar sem skattlagning á íslenska erlend ferðaþjónustufyrirtæki vegna þess að það ekki hægt að veita þessu út í verðlagið nema með lengri fyrirvara. Hlutverk stjórnvalda að mínu viti að fyrst og fremst að vera ekki flækjast fyrir og atvinnulífið þarf fyrirsjáanleika og við þurfum festu og þannig að ég bara hvet stjórnvöld til þess að vera ekki flækjast fyrir. Við erum í uppbyggingu, ferðaþjónustan orðin gríðarlega öflug og mikilvæg atvinnugrein fyrir þjóðin alla, þannig að bara stjórnvöld bara ekki gera lífið erfiðara heldur en það þarf að vera. Stjórnvöld bera auðvitað fyrst og fremst ábyrgð á því að tryggja það að rekstrar umhverfi íslenskrar ferðaþjónustu sé samkeppnishæft og við verðum að muna það að heimurinn, hann þarf ekki á Íslandi að halda, heldur þurfum við á heiminum að halda. Ef að við búum við fyrirsjáanleika og stjórnvöld greiðarleiðina frekar heldur en að tyrfa hana, að þá framtíðin björt og ég vona sannarlega að það verði áframhaldandi vöxtur í ferðaþjónustunni og hún komi til með að þroskast og dýpka og þannig líka bara glæðu við mannlífið hér á Íslandi. Þá líka mikilvægt að halda því til haga að það ekki einungis upplifun erlendra ferðamanna, heldur líka upplifun erlendra ferðaþjónustu fyrirtækja sem eru í viðskiptum við Ísland sem skiptir verulegu máli. Stjórnvöld ruddu brautina með gistináttaskatti, innviðagjald á skemmtiferðaskip og afnámi tollfrelsis og skemmtiferðaskip sömuleiðis. Í samhengi ferðaþjónustu þetta fyrirvaralaus gjaldtaka. Á bak við þetta allt saman liggur eflaust góður ásetningur sem sá að þeir sem nota að þeir skuli greiða. En hafa ber í huga að gjaldtaka í ferðaþjónustu með minni en 12 til 18 mánaða fyrirvara ekkert annað en skattur á ferðaþjónustufyrirtæki, hvort sem þau eru íslensk eða erlend. Raunhæft dæmi fækkunni komu skemmtiferðaskipa til Íslands sem nú þegar hefur átt sér stað og í því samhengi það alveg ljóst að sporin hræða. Já, ég vona og trúi að ferðaþjónustan haldi áfram að vaxa og dafna og verði einn af okkar grunnstoðum í hagkerfinu og grundvöllur frekari hagvaxtar á Íslandi og velmeðan. Þrátt fyrir allt að þá framtíð íslenskar ferðaþjónustu björt. Við sjáum það að það ennþá eftirspurn eftir ferðum til Íslands, þó svo að það sé að beri örlítið á því að árstíðasveiflan sé að aukast. Við verðum að hafa það í huga á hverjum degi
þá starfa tugþúsundir Íslendinga við ferðaþjónustu að þjónusta viðskiptavini sem fara glaðir heim. Það sem við biðjum í ferðaþjónustunni að stjórnvöld og allir sem að þessu koma að þeir vandi til verka og gæti þess að læra af reynslunni og falla ekki í þá gryfju að taka skyndigróða og tekjuöflun fram með vandvirkni og bætta upplifun ferðamanna.